Kvöldið áhorfendur og velkomin að skjánum. Við ætlum að horfa á keppni í Suzuka í kvöld og þetta er fjórða umferð í fyrstu deild. Ingi Þór heiti ég og hjá mér í kvöldi er hann Binni. Vertu hjartanlega velkomin. Góð kvöldi, takk kærlega fyrir hlaka til kvöldsins. Já, þetta er alltaf skemmtileg braut bæði að keyra og horfa á. Hún býður upp á alls konar gúrmei og meðal annars rigningu ef guðinir vinna með okkur. Það veit svo skemmtilegt til. Ég ákvað að fara bara og skoða hvernig veðrið er í Suzuka ákvæmt núna. Svo að spáni í raunveðri ákvæmt núna í Suzuka er rigning, 40% líkur á rigningu næsta klukkutíman. Ætti það ekki að vinna með okkur? Ætti það ekki að vinna aðeins með okkur? Kannski er eitthvað vísbending. Mér finnst þetta ætti að vera svona smá samtengt sko. 19 stigi hiti, þannig að brautin ætti að vera funnheit líka. Já, það er nú kannski sko ef maður tekur rigningabrautir saman sko að þá rignir oftar á Suzuki heldur en á mörgum á Suzuka heldur en á öðrum rigningabrautum. Þannig að kannski verðum við heppnir en maður veit aldrei en það er allavega ekki rigning núna í æfingum hjá okkur og en við höfum eftir að resetta lobbyið á eftir og hver veit. Aldrei að vita, það eru margir spenntir fyrir því að fá rigningar og einhver tala um einhver rigningardans í gær. Ég hef nú aldrei séð að virka og sagði bara að það er bara að spyrja Jón Ægi. Hann er búinn að dansa rigningardansin í mörg ár og hann kemur örsjaldan. Já, annarkvort er hann ekki nógu góður að dansa eða leikurinn er eitthvað á mót okkur. Tala til Jón Ægir, við erum bara rétt náðum og snúa bílum hana. Já, ég skal ég ákvað að kíkja aftur á umferð 2. Það var í fyrsta skipti á tímabili sem notuðu GR3 bíla og við erum komin aftur á GR3 bíla og það ef ég renni svolítið yfir bara hvernig það fór, það var herra Jón Þór sem vann þá keppni, Davíð Adamsson öðru sæti, Jón Ægir 3., Ólafur 4., Hilmar 5. og svona þetta voru topp 5. Og það er, ég held ég sé farið með fleipur í á. Þetta var fyrsta keppnin. Ég er búinn að skrifa hérna tvær línur, ég ætla að fara yfir að báðar en ég ætla að fá að leiðrétta mig. Keppni 2 var Davíð Adamsson sem tók þetta. Já, passar. Herra Jóð var í öðru, Ólafur 3., Hilmar 4., Ari 5., Hilli 7., Brynjar 7. og Viktor 8. Já. Það var topp 8 í síðustu keppni á GR3 bílum. Já, og þetta er búið að vera, ég myndi segja að þetta væri frekar jafnt og skemmtileg tímabil því að við erum búið með 3 keppnir og við erum komið með 3 sigurvegara. Þannig að það er engin að einoka fyrsta sæti eins og staðan er núna. Þannig að við erum með nokkra ökumenn sem eru allir, myndi ég segja, mjög færir ökumenn og geta sigrað á hvaða degi sem er. Þannig að þetta stefnir allt í mjög spennandi tímabil og það er ekki mikill munur á stigunum. Og það ég veit líka ég veit alveg, það býr meir hraði í mönnum sem hafa ekki náðum að klóra í efri kantinn. Þeir eru örugglega nú að staðránir að sína sitt besta, svona best útgána sjálfur sér í kvöld. Að sína og sanna þeir eiga tilurð rétt í fyrstu deildinni. Já. Þetta er eiginlega svolítið svona keppnin í það. Núna þetta er eftir þess keppnir búið 50% af keppnunum. Og það er svolítið svona spýtir lófana núna. Þú ætlar að vera svona, sína hvað ætlar að vera, ætlar að blanda í toppbarátuna, ætlar að vera í miðjuþófi eða ertu verið í botnbaráttu. Það er ennþá allt opið. Já, algjörlega. Þetta verður skemmtilegt og við erum strax komið með spá í spjallið. Það er hann Jón Anton, hann spáir Jón Ægi sigri, Hilmar öðru sæti og Jón Þór í 3. Og Jökull, Íslandsmeistarinn, hann spáir Hilmari í 1., Jón Þór í öðru og Jón Ægi í 3. Þannig að, já, þetta verður gaman. Heldur betur. Ég er mjög spenntur fyrir þessu. Mér persónulega þætti gaman að sjá Jón Ægi púlla eitthvað skemmtilegt hérna í kvöld. Heldur betur. Ég á vonanum meira sterkum sko. Hann var sterkur á síðasta GR-keppni 3 þar að segja og hann er bara segur kallinn. Algjörlega.
hann keyrir einmitt Ferrari sem að menn vilja nú oft meina að þessi braut sé meira fyrir bíla sem eru með vélina aftur í, eða MR bíla eins og við kallum á. Þannig að Porsche, ekki eins afgerandi Ferrari, nei, ekki alveg afgerandi. Eins og var á Watkins Glen eða það var bara ekki hægt að kíkja á hvað var ekki, FR-bílanir, þeir voru bara ónýttir á dekkin. Já, en eins og þessar beygjur sem við horfum á Jón fara í gegnum hérna, þetta eru mikla zigzag beygjur strax eftir fyrstu beygjuna og þetta er eitthvað sem að vinna svolítið vel með MR-bílunum. Þeir eru svona aðeins betra törnin oft, ekki eins þungir að framann. En Já. þannig að svona overall myndi ég segja að þetta væri meiri MR-braut heldur en FR en það er ekki brjálæðislegur munur á, en þetta ætti að vinna með og í tölum orðum erum við að horfa á Jón setja fjólubláan tíma hérna. Það var líka, Doddi var á Porsche í opnudeildinni. Hann var alveg yfirbræðagaur í opnu. Já, algjörlega, við sá nákvæmlega, bara mjög gott dæmi. Doddi á Porschenum í gær. Þannig að það hjálpaði honum rosalega í opnudeildinni Rolling Start því að ef hann hefði verið á Porsche í einhverju annarri deild þá hefði hann sannlega mist 3 eða 4 fram á sér. Porschen er gíraður fyrir Rolling Start, ekki að byrja kjurr, þannig að hann er mjög hægur að stað ef að bílinn er kjurr, en í Rolling Start þá alveg ríkurinn í gang. Þessi keppandi í opnudeildinni þá hef ég ekki skilið þetta að vera með mismunandi stört eftir deildum, bara svona lauflétt gleði glósa. Það sé ekki bara minni árekstur ef það er Rolling Start fyrir byrjunina í opnu. Jú, þetta er bara gleði glósa eins og ég var að kalla hana. Þetta er kannski bara, ég sakna þess að vera með standing start og ég þarf bara að drífa mig að koma upp í deild og hætta að kvarta út af við. Já, sem Porsche-akum maður þá eiginlega var ég því að fá Rolling Start aftur svo ég geti keyrt Porsche. Þetta er alveg glatað að missa alla framvísir í startinu og það er eiginlega, þegar þú ert komin í efri deildir eins og fyrstu deild og úrvalsdeild, þá er það rosalega erfitt að ætla sér að missa nokkuð sæti í startinu og vinna þessu upp. Það er bara, þegar þú ert komin í hóp rauðum ökumönnum, þá er það eiginlega bara ekkert hægt, þannig að vissulega eru sumir bílar sem eru hægir á stað sem að hálfpartinn detta sem möguleiki í bílavali út vegna þess að það er standing start. Já, það er rétt. En Jóhann Ingi kom með spá, það er Himmi Oliver Davíð. Já. Svo segir, ég sé einmitt, ég er að orða stjatti líka, að Svenni segir Mafs. Hvað þýðir það? Já. Þetta er einhver skammstöðun sem ég kannast ekki alveg við. Ég er kannski bara svo gamall í hettunni. Þetta er eitthvað... Ég er bara, nú veit ég ekki sko. Ég er á gamall til að skilja þetta. Já, ég segi það sama. Svenni, þú gefur ykkur að fyrir eitthvað útskýringar á þessu eða er þetta eitthvað sem er ekki útsendingar hægt? Kannski var þetta bara eitthvað innsláttarvilla. Já, það er aldrei að vita. Já. En já, þetta stefnir í hörkukeppni og við skoðum bara munin henni í æfingunum. Það er lítill munur á mönnum í tíma, þannig að... Já, þú ert með þetta byrt. Já. Já, flott. Svona áhverju viti. Það var þetta gert að fá áhverju á því sem vorum að ræða. Hvort það er skemmtilegra að sjá æfingatíman eða ekki. Býða til spennu að sjá það ekki. Eða hvað? Það væri gaman að heyra álit manna á því. Já, algjörlega. Ég er sammála því ég er alveg svona báðum áttum. Ég er kannski aðeins meira að hafa á, þú ert aðeins meira að hafa það ekki, en þú veist, mér er samt alveg sama, þannig að það væri kannski best bara að leyfa í framtíðinni áhorfendum að ráða þessu. Viljið þið hafa upp í tíma þegar það eru free practice áður en tímatöku byrja? Já. Herðu, það kom með útskýring á Mafs. Menn að fá sér, spurningamerki. Ekki hérna megin. Ekki hérna megin og ekki keppendur væntanlega. Vonandi bara því heima að opna einn kalda áfengislausan að sjálfsögðu og njóta. Það er ekki nefndilega að vera vissum að allir keppendur séu að drikka. Nei, segi svona. Tímanir eru störglaðir, segir Dogg. Herðu, já, Oliver, hann er búinn að bæta, hann er bara næstu komin í 2 mínútur sléttar. 2:00, 170
hlutar þar fyrir aftan, þetta bara, já, nákvæmlega. Þetta eru skuggalegi tímar, sko. Algjörlega, það fer nú að styttast í þetta, það spurningum að gefa strákanum hérna smá heads up að tímatökur hefjast eftir rétt rúmar 3 mínútur. Já. Við hérna byrjum alltaf bara á slaginu. Já, ég var djarfur að segja að topptíminn fari undir 2 mínútur. Það verða ekki 1 mínúta 59,999. Já, ég myndi ekkert endilega að segja að það væri mjög djarft, sko. Við erum ekkert langt frá því og maður veit aldrei. Ég ætla bara að slag standa. Ég ætla að segja topptíminn, ég ætla ekki að segja hver að verður, það verður 5,999. Ég ætla að spá því. Gunnar mættur í tjatið, hann segir Hilmar, Oliver, Viktor, það eru alls konar útgáfur af þessu. Já. Það er líka bara fyrir óvissa. Þetta er mjög skemmtileg deild, það eru margir sem geta tekið þetta, það er ekkert víst og allt opið, eins og maður segir. Og eins og þú fórst yfir, Ingi, það eru komin 3 sigrar í fyrstu 3 keppnunum og bara, það er frábært. Það er bara frábært, það er fyrir okkur sem heima sitjum. Svoleiðis viljum við hafa það og það er kannski best að taka það fram að Jón Brynjar, hann kemst ekki í keppni í kvöld og ég er nokkuð viss að Ari Líndez er líka fjarverandi, en að öðru leyti ættum við að vera með alla á línu og spennandi kvöld framöndan. Já, það urðu eitthvað smá eitthvað kærur eftir síðustu keppni og menn kannski fór í einhverja fílu, en ég ætla að hvetja alla til þess að ekki taka þessu hlutum of nærri sér og það er allir þeir sem eiga að vera í þessu deild eiga bara að vera með þegar þeir geta. Algjörlega. Menn eru ekkert og þetta er náttúrulega tölvuleikur, sko, fyrst og fremst. Menn, þetta gerist í raunheimum líka, menn er að keyra á hvern annan og alls konar deilumál. Það er gaman að kíkja á gamla Formule 1 myndir þegar bílstjórar eru hér í komin í handalögmál eftir árekstur. Akkurat, en svona þrátt fyrir alla deilur og uppáþekja á brautinni þá reynum við alltaf í samfélaginu og höfum lengi vel talað fyrir því að reyna að hafa þetta clean og fallega nakstur, því að það er miklu skemmtilegra að keyra clean og ef að menn eru komnir innan á aðra ökumenn að vera meðvitaður það sem er að gerast í kringu sig og gefa pláss ef þú þarft þess, sjálfsögðu verðu og ef þú getur það, en ef það er á seint þá þarf það að gefa pláss og það er bara miklu meira gefandi að taka þetta alvarlega eins og maður væri að keppa í alvörinu frekar en að keyra þetta eins og væri að keyra í tölvuleik, því að það er það sem okkur innst inn í langar öllum pínu að vera race car driver og þetta er að næsta sem við komumst í og við tökum þetta mjög alvarlega og en umfram allt snýst þetta að skemmta sér og hafa gaman að þessum í fjöljónum. Algjörlega, þannig þetta snýst og ég oft tala skilu hút í rass eða hútið í bensínlokið, sko, menn megi ekki, sko, þeir eru verið og ert með hútið í bensínlokið á bílnum fram þá verður eiginlega að bremsa og gefa hún línuna. Já, en sko ég ætla að starta hérna tímatökur og eins og maður segir stundum að sko hafa þetta clean og hafa svona vissa angurværið yfir þessu öllu, ekki rétt? Jú, líst vel á það. Ekkert bráðlæti neitt. Nei. Jæja, en þá bara kílum á þetta, tímatökur eru hafnar, klukkan er akkurat 9:30 og það er ekki eftir neina að bíða. Let's go quali. Let's go, baby. Ingi, ég þarf að bregða mig frá þetta bara í svona 1 til 2 mínútur. Ég kem aftur af vörmu spori. Njóttu þín á meðan þú ert frá. Ég þarf að steppa, bara svo heiðuleikir haldir að haga, ég þarf að skapa styttinguna. Þannig að njótið þess að hafa Inga einan í lýsingur í smástund. Bara, ég hlýt að ráða við það, en við horfum hérna á Hilmar sem er fyrsti maður á braut
þar af leiðandi fyrsti maður að setja hot lap. Það ekkert að marka þessar tölur, leikurinn ennþá að catch up hverju í hvað röður á brautinni. Eða það, jú, það Hilmar sem fremsturina. Og hann má búast við að tímanni verði svona í kringu 2 mínútur. Spurning hvort það fari undir eða verði lágar 2, en það svona kannski viðmiðunin hjá okkur. Sá meina Carlos, eins og við sjáum þá mikið af liveríum sem eru með bleiku þema út af bleikum mánuði og slaufunni. Allir að sýna hérna bleiku slaufunni stuðning og styrkja, eða sýna þessu málefni stuðning, og það bara hið besta mál. Strákarnir Pretty í pink í kvöld. Sjáum að hérna sviga á brautinni til þess að halda hita í dekkjunum. Skipta yfir á Hilmar sem að starta sinn fyrsta flying lap og það komið í gang. Tímataka byrjuð og þessi beygja hérna sem koma inn í fyrsta beygja, þetta fyrir mörgum erfiðasta beygjan í leiknum og Hilmar útskýrir kannski af hverju. Hún mjög tricky og kemur mjög hratt inn í hana og þarf svona smá hæga. Þú vilt ekki hæga of mikið á þeirra að bremsa mikið þegar snýrðu bílnum. Þú vilt koma hratt inn í hana og trail breaka og hún mjög tricky. Hún svona, þetta veitir vissum ökumönnum gríðarlega ánægju að tæklast þetta, en öðrum það eintómur höfuðverkur, en enga síður þessi braut og beygja, hún mjög tæknileg og það verður gaman að sjá hvernig menn tækla þetta inn í kvöld. Komum tilbaka, heill og sæll. Strax búin að sjá hérna ökumenn fara út af bæði Hilmar og Carlos sem voru fyrstir á braut, eru bæði búin að fara út af á sínum fyrsta ring, þannig að þeirra hot lap ónýtur og þá bara ekki neitt annað í stöðunni en að leggja í annan. Mér sýnist Carlos að Nando og Loris fara út af aftur. Já. Þannig að við setjum bara myndalinn á Brynjar Pétur sem þriðji á brautinni og eftir því sem ég best veit hann ekki búinn að fara út af, þannig að hann ætti að vera á þokkalegum ring. Hann að keyra Mercedes AMG, eða AMG bara eins og við kallum hann, vinsæll bíl. Já, hann mjög alhliða góður bíl. Hann svona, kannski endilega, hann svona mjög ofarlega í öllum flokkum, hvergi alveg bestur. Og hann fór hann út af, en það ekki endilega búin að klúðra ringnum. Maður tapar smá tíma að fara út þarna í þessari rauðu beygju, en maður fara ekki sekt, þannig að hver veit að skilja ágætis tíma, sjáum hvað hann setur. Hann á 2, en tæpum 2,1. Oliver bætir hann. Oliver búinn að bæta hann. Og Viktor. Viktor búinn að bæta, sáum hérna Hilla. Hvað gerir hann? Já, hann bætir hann. Já, glæsilegt hjá Hilla. Við erum að nálgast 2 mínúturnar, við erum komin í 2:00,3, þannig að það ekkert óvíst að við endum bara undir 5 mínútum, það væri gaman að sjá það. 1:59 eitthvað, það kannski bara markmið kvöldsins. 1:59,999, 1:59,999, það væri geðveikt. Já, ekki líklegt að úrvalsdeildin verði einhvers staðar í 1:59 á morgun. Hugsanlega látri. Ef það tekst ekki í kvöld, þá tekst það á morgun tvímælalaust. Já, það er alveg á hreinu. Ég ætla ekki að fara með hérna tölur, ég var búinn að heyra skugguna keppnistölur og þær eru á pari við þessar Colli á medium. Ég á vonið að veri lágar 1:59 á morgun. Já, ég hugsa það. Það eru
Svo gert að byrja að kalla þetta einhverjar geimurur. Þessir geimurtímar stundu kallaðir. Þeir eru þar hana í úrvalsdeildinni. Þeir eru bara það, það er bara þannig. Við erum hérna með myndaðan á honum Jón Þór fyrir Basic Racing. Hann er að koma hérna niður beinagaflan. Er hann að bæta sig. Hann er hálfur sekundu frá, hann er að bæta sig rúma 2/10 hluta og er hálfur sekundu fyrir aftan í tímann Silla, þannig að hann geti verið að stökkva upp einhver sæti hérna, hann klárar þetta. Brynjar Neldi komin í annarsæti, Neldi Heitarhing komin í annarsæti, Brynjar Péturs. Það gerir Jón Þór. Jón Þór stelur að öðru sætinu, komin, og Hilli strax búinn að ná honum, komin upp fyrir hann og Viktor, þetta er fljótt að breytast. Heldur betur og við höfum alltaf undan að fara yfir að hverju fyrsta sæti. Það er allir að bæta sig hérna bara í hraðlest. Sjáum hérna Viktor sem er með hraðasta tíman sem stendur 2:00,2. Það kemur Schumacher S-in, ég kalla það. Er það ekki næsta beygja? Nei, ég er rúglega. Schumacher S er á Nürburgring. Það var líklega ekki í Japan eða? Ég verða Schumacher S-os. Ég verða veikina, ég er ekkert rosalega góður í beyjunöfnum eins og sumir hafa metnað í að vera. Ég er bara fullkomlega að játa það, en við getum bara líka að fara heimfærda, bara jökla beyjunar og Handersar bóginn og Þetta er Viktor að koma í helvítis hægu beyjuna. Nefn eftir keppendum. Algjörlega. Brekkubeyjan. Því ekki það. Ég veit þetta beyjan sem við erum að koma í núna er kölluð spún af því að þetta minnir á skeið og þetta er eina af þessum teknísku beyjum. Maður á það til svolítið að yfirskjóta hana. Það er svona í þessum beyjum eins og fyrstu beyjan sem þú bremsar ekki harkalega niður fyrir. Þú þarft að fara milli hraða. Það getur verið svolítið erfitt að finna akkurat gripið og rétta hraðan sem að gerir þessa braut svo skemmtilega. Hún snýst flæði þessi braut. Einhvern tíma sagði einhver að sá sem er hraðastur á þessari braut er sá sem er minnst á bensíngjöfinni. Meinandi það að sá sem lætur sig renna og flæða mikið. Það var ákveðt að vita þetta fyrir keppnina hjá mér í gær. Já. Þetta er Viktor, bætir á tíman. Nú eru stóru byssunar að klára annar hring. Landó bætti sig, fór í þriðja. Ég held að hann hoppaði upp í þriðja. Það gerir Hilli. Hilli bætti sig ekki. Nei, hann er 1,5. Það er bara 1,5 sekúndu frá bætingu. Þeir eiga einn hring eftir þennan hring keppendur. Við erum að detta á 9. mínútu og það eru 10 mínútur sem þeir fá í qualify en þeir fá að klára hringinn ef þeir leggja stað áður en tíminn er búinn, þannig að Jón Þór fór inn, hann er að koma út á 9 tútum og er að byrja núna hotlap. Það er síðasti séns fyrir Jón Þór. Mr. J, eins og hann kallar sig á skjánum. Sjá hvað sá sem leiðir tímabilið gerir, Jón Þór. Þetta aðeins skrikkaði millin. Skrikkaði smá og kom. Það er útséð fyrir Jón Þór. Já, og Steini Sveinsson fyrir aftan hann líka að skoða grasið. Þá er það kannski bara Hilli, Viktor, hann er í fyrsta seti. Sjá hvernig í milltímanni Hilla eru. Má sjá. Ég skal fylgjast með því. Ég er komin á Hilla, fylgjast með honum. Já, hann eins og getur hugsanlega. Alltaf hring sem er ónýttur. Já, hann kannski sjá til hvað hann gerir nú á milltímin. Þannig kemur hann í spún. Þetta er æðislega beygja. Mér finnst þetta æðislega beygja. Já. Hún er svo tæknileg. Far hratt, hægt. Já, algjörlega. Ég gaman henni. Nei, hann er ekkert að bæta sig, hann er lántvæg. Kíkum á Davíð Adams, hvað er hann að gera? Já, einmitt, vel gert. Viktor var að bæta sig, en hann er neðal á listanum í dag.
Nei, hvað er að mér? Hvað er Hann er með Össur? fastest lap. Hvað er að mér? Hann var að setja fastest lap. Herra, hann er komin vá. undir tvær, Velger, 1.59.9, 34, þetta er glæsilegt. Til hamingju Viktor með pólinn. Ég held ekki að sagt það nokkuð örugt. Þó að séu einhverjar heitum hring. Já, Jón Þór að fara út af, hann er ekki að fara að gera neitt á þessu. Nema að æfa einhverja sektora. það eru menn utanvegar. Hvað gerir Davíð? Við sjáum hérna síðasta sektortíman hjá honum í lok þessa beinakafla áður en hann kemur inn í hröðu beyguna sem að heitir. Oliver neldi heita hringmaður. Sérðu, annað sæti. Geggjað. Geggjað. Hann er heldur betur að koma sterkur inn, hann Oliver, þetta sísonið. Þetta var geggjað. Hvað gerir Gaman Davíð? þessar breytingar. Er eitthvað að gerast þar? Já, að það við bæti sig, hoppar upp í fjórða sætið. Já. Þetta er geggjað. Þetta hafa geggjað, menn var að bæta sig. Og sjáu hérna Davíð Adams, ég er að horfa á hann, þú ætti ekki að horfa á hann. Hann bætti þessu 0,2 síðustu 3 hringina, bara steady, Eddie. Akkurat. Náði sæmilega tíma, meiri séns. Næstir ykkur, meiri séns. Þetta er fallegt að sjá. Já, og hann var síðasti maður yfir línuna, þannig að tímatökur eru búnar og þú mást að taka mynd af þessu. Ég ætla að taka ljósmynd, já, augnablik, Þarna skulum við kíkka á þetta. Í fyrsta sæti, glæsilegu tími, eiginmaðurinn sem fór undir 2 mínútur, það er hann Viktor og hann keyrir GTR Nismo, eða Nissan. Oliver, flottur í öðru sæti, hann er fyrir Kalda Racing Team, nú Hilli fyrir B-Sick Racing, nei ég er örugglega, Hilli er fyrir Crafty Racing, hann er í 3. Nú Davíð Adams, Kaldi, er í 4. sæti, Carlos Lava er í 5. sæti, Jón Þór fyrir B-Sick Racing er í 7. sæti og hann er sá sem leiðir tímabilið, Brynjar Péturs er í 7. sæti og Topson er sá 8. Nú Sindri er í 9. sæti, Steini Sveins 10. og kemur pínu á óvart, Jón Ægir er 11. og Hilmar er í því 12. sæti og það kemur líka svolítið á óvart þar sem að Hilmar vann síðustu keppni og hann startar aftastur í dag, þannig að Þetta er smá hræringur og enn og aftur kannski bara undirstrikar hvað deildin er með mikið góðum ökomum og þetta getur bara snúist á innu og það er enginn sem er eitthvað að fara að labba með þetta í burtu. Þetta er greinilega allt opið þegar tímabilið þetta er í hálft tímabil basically. Bara ægifagurt fyrir okkur sem heima sitjum að fylgjast með þessu rótiríkum. Þetta er alveg frábært og við athygli á því til þess að Viktor sem hann byrjaði fremstur í kvöld, hann er í 5. sæti overall. Þannig að við sjáum hoppinn sem er einhvers stað, þú varst einmitt að nefna að Hilmar sem vann síðustu keppni, þá var hann þá að gera 2, hann er í 12. Þannig að þetta er ótrúlega opið. Algjörlega, og nú kemur ljós, hvernig verður veðrið? Erum við að fara að sjá, heyrðu, þetta er kannski ekki alveg, en mér fannst eins og að væri pínu grátt yfir, en hvað segir veður ratarinn okkar? Er eitthvað búið að vera að gera? Heyrðu, það er allan að dimmt yfir. Það er æði. Já, hver veit, þetta gæti breyst, en skulum starta þessa keppni. Race startar klukkan 21:48 eftir 3 mínútur og í millitíðinni ætlum við að raða upp á ráslínu, þannig að við skulum bara vinda okkur Ég með það hérna fyrir þig. Akkurat, er ekki allir örugglega skráðir inn? Jú, mér sýnist það. Jú, ok. Það var Viktor, Oliver og Hilli. Sérst ekki Hilmar, heldur Hilli. Viktor, Oliver og Hilli,
svo Davy Adams, Já, hver var hreint til? Nando og Mr. J, Jón Þór. Brynja Péturs og Tobbi Topsson. Níundi Sindri, 10. Steini Sveins, 11. Jón Ægir, 12. Hilmar. Það verður nú eins og sé ekki allir bóðskast. Já. Gekka. Ég að kíkja á veðrið. Það stór spenningur að fylgjast með því. Já. Og ég þarf að segja bara hérna því miður. Það verðist ekki vera neitt í kortunum sem stendur. Ég skal taka viðspana öðru konu í gegnum keppnina. Og við býðum bara eftir að klukkan slái 48 og þá ræsum við keppnina. Það er allir keppendur klárir, búin að velja dekk, komnir út á braut og bíða spenntir. Þetta verður eitthvað. Heldur betur. Jó, Egill segir himmi á nóinni og það verður gaman að fylgjast með honum vinna sig upp. Þetta verður eitthvað. En það er ekki eftir reynilega bíða, við ætlum bara að starta þessari keppni og hún er komin í gang. Þetta er bara poetic, himmi á nóinni. Akkurat. He's a poet and didn't know it. Þetta var kvót úr Mr. Ford Fairlane fyrir þá sem þekkja þetta ekki. Akkurat. Herðu, snúum okkur samt alvöru kvöldsins. Ljósin eru komin. Já, Viktor fremstur á línu, Oliver annar. Oliver er á bíl sem er rosa fljótur á stað, þannig að hann má búast við að ef hann er góður starti, hann stingir sér innan á. Hvað gerist? Let's go racing hér á Suzuka. Flott start hjá Viktori. Virkilega flott start hjá Viktori. Oliver svolítið hægur á stað. Það er spurning Jón er með gott start. Og allt virðist vera, ég er að fylgjast með aftar hérna í pakkanum. Við viljum að reyna að sjá hvort allir komist ekki hérna heilir í gegn. Það er Viktor með fórustu og þetta er bara virkilega gott start. Hann startar á medium, hann Viktor. Oliver er á hörðum. Ég get ekki að mér að rúla í gegnum keppenduna að þú vilt. Já, endilega. Þú fylgist með baráttunni og ég fyrir gegnum dekkin. Þetta er einfalt að segja frá því að Viktor er eini keppandinn á medium. Já, þannig að hann má búast við að hann búi til smá bil, svona til að byrja með. Já, mér fannst samt pínu skrítið hvað Oliver var ekki nógu snöggur á stað því að þessi Renault er þekktur fyrir að rjúka staðins á raketa. Spurning hvort að viðbragði eða hörðudekkin valdi, en Viktor nefndi startið, það var alveg á hreinu. Svo er þetta líka bara flip, þetta er, getur við tögustrækjandi að sleppa takkanum ekki of hratt. Akkurat. Það er aldrei að vita, það er auðvitað vilja náttúrulega annarsæti og menn fyrir neðan að reyna að halda í Viktor, að hann er náttúrulega löngu komin út af slipstream. Já, hann er bara búinn að segja bless. Hann er á öðru plani heldur en þau sem fyrir aftan hann eru og bara það segir sér sjálft, hann kemur til með að vera hraðastur þegar hann er einn á mediumdekkinum. Svo snýst þetta við. Þá er bara spurning hvað á hann ekki inni. Hilvili gerir hann að smá mistögg. Já, það er Jón Þór. Hann sneri sér. Hann dottinn í 12. sæti af Jón Þór. Já, við mistum að því miður. Já. Steini Sveins er rétt eftir, hann er að sigsakka, hann er líka fengið eitthvað skít á dekkið kannski. Já, þetta byrjar með látum hérna hjá okkur. Hilli er komin upp í annarsætið. Oliver er að verjast hér honum Davíð Adams. Það er pressa á stráknum, greinilega.
Visti ég bara ekki að því þegar að Hilli fór fram úr honum. Ég tók ekki eftir því nefnilega. Nei. Ég hef sennilega verið að fylgjast með aftar ökumönnum þegar það gerist. Þetta náttúrulega, við sjáum, ef þú færir bara í annað, þriðja, fjórða, fimmta, sjötta, sjöunda, áttunda, níunda, tíunda, þetta eiginlega bara ein lest. Carlos að pressa á Davíð Adams, Toppi fyrir aftan, Carlos, síðan kemur Sindri. Þetta mikið barndagina, Oliver búinn að skilja sig smá frá þessum hóp, þannig að fyrsta, annað og þriðja sæti allir svolítið einir á báti núna, þannig að kannski ágætt að vera með augun á fjórða til sjötta sætis, eða sjöunda sætis. Sjáum hérna, þetta bara ein slipstíl halaróa hérna. Já, þetta afleiðinir í áttundasæti. Það allir í slipstrím. Sjáum hérna, næstu farin út það, Carlos. Wow. Jóna í áttunda. Hún að vinna sig upp með nokkur sæti strax. Og gott ef það ekki hérna barátta, Hilli og Brynjar Péturs. Hilmar Hilli í öðru sæti. Nei, Hilmar, meina ég, fyrirgeði. Allt í lagi. Brynjar Péturs fór út af, við skulum kannski bara setja markir á þetta, við getum fengið endursýnt eftir. Skulum bara gera það snöggvast. Þannig að sjá við Brynjar Péturs. Já, kannski fyrir seinna að setja markirinn á, en enga síður. Við náðum þessu bæði live og í endursýningu. Það gaman að fylgjast með hvað menn að taka mismunandi línur. Þannig að skilja sér þetta. Það á rönguköfla þau samt allir komin í hnapp aftur. Já, þetta hörkubarða hérna. Já, og saman Toppi að reyna fram úr. Nando, eða bara Carlos. Og kemur Sindri. Alveg, ég bara fyrir mitt litla líf get ekki lesið þetta nafn rétt á skjánum. Ég segi alltaf Lando en ekki Nando og svo mann ég alltaf heiti Carlos. Lando Norris, Carlos, Nando Norris. Já, þetta snúið þessu. Það reynt að gera það eins errið fyrir okkur og mögulegt með nöfnum. Nei, segi svona, það gaman að þessu. Hann hérna með 4 bíla fyrir aftan sig, hann Carlos, Toppi, Jónægir, Sindri. Ég að rúla líka yfir aðra keppendur, það ekki mikið að frétta á topp 4 sætunum. Það mennir að þeir framan Nando eða Carlos bara sekúnda meira með til bíla. Já, Jónægir búinn að vinna sig upp í 7. sæti og ennþá að. Jónægir byrjaði komin í 7. sæti, misti ég að hann byrjaði 11. Setti hérna líklega markir á þetta. Hann var að vinna sig upp mitt í viðbót sem við mistum að. Sjáum hérna þvílík barátta, Hilmar að taka fram úr Sindra. Komin í 8. Sjá hvort að við náðum Jónægi í mynd þegar hann tók fram úr hérna upp í 7. sæti. Hérna kemur hann yfir í 7. sæti og fer að utanverðu og fram úr Toppa, vel gert. Það greinlegt að exit úr beginni hefur ekki verið nógu gott til Toppa og þar að leiðandi náði Jónægi að fara að utanverðu og fram úr, virkilega vel gert hjá honum. Hann búinn að vinna sig mjög vel upp á fyrstu 4 hringjunum. Það líka að sýnir sér koma að vita að menn sem eru reynslumiklir að þeir eru sko ekkert endilega að æfa soft. Þeir eru góðir að keyra brautina þó sé ekki endilega að negla og svona ultimate hringja á soft. Skilur mig? Já. Það samber Jónægi.
hann Ég segi að Jói Egils segir henni í spjallinu, vá, lyklaborðið er 15 sekúndur aftur. Já, þú getur valið 5 sekúndur, 10 sekúndur eða 15 sekúndur. X er 5, C er 10 og vaffið er 15, þar hafið þið það. Já. Sjáum Hilmar, hann er að pressa hérna í skottinu á honum toppa. Þetta er erfiður stað til að fara fram úr og í raun og veru ekki hægt nema að sett komin alveg upp að hliðinni og getur tekið inn línuna í rauðu beygjuna. En sjáu þið, hann fer bara hérna utanverðu og vel gert, komin fram úr. Þetta var helviti flott, ég var ákvæmt að horfa á sama moment. Þetta var bara geggjað, Toppi gaf pláss, hann sá að hann var komin utan á og gaf pláss sem er rétt og svona viljum við sjá í kappastrið. Sjáum hérna Sindri og Steini Sveins við hlið, Sindri með innanverðu línu komið fram úr, Steini verður að gefa þetta en reynir hann að undirkvætta hann, smá svitsar úr, nær ekki alveg, en Brynjar Péturs nær hann að fara inn á Steina og já, sæll, það er allt að gerast hérna, Steini heldur sínu, þau eru hlið við hlið í gegnum S-beinar hérna, Brynjar Péturs aðeins ákveðinni og komið fram úr, virkilega flottur akstur henni í gangi, þetta er bara virkilega fallegur kappastur. Og hver þá mættur í kjölfarið? Það er herra Jón Þór. Það er engin annar en algjörlega. Það er efsti maðurinn í mótinu er núna aftastur. Ég veit það. Þetta er áhugavert. Þetta vætti orðat ekki. Þetta er mjög áhugavert. Það er allt að gerast hérna. Mjög þéttur hópurinn frá 12. og alveg upp í miðjan hóp. Svona smá aðskilnaður búin að vera hann í efstu sætunum. Sindri er ennþá að pressa toppa, þau eru liðsfélagar, þau eru kraftfélagar. Sturla, hvað þetta er jafnt reis? Algjörlega. Mikið af sviptingum. Og ég skal rúlla yfir, Viktor er langt fremstu núna, komið 7 sekúndur í forskott. Hilli er, ef ég segi Sjani, já hann er 7 sekúndur fyrir aftan, en hann er Carlos Útaf aftur inn á. Sorry, ég grip fram í fyrir bara... Alltaf, ég er bara að rúlla yfir stöðuna. Halda frá að fylgjast með spennandi hlutum. Carlos var að fara út af hann, hann er komin aftur inn á. Þetta var ekki mikið tap að þessu smá, hann er bara halda áfram. Hilli er bara að slíta sig frá, hann er líka að keyra Yrkjusmannslandi, það er 2,3 sekúndur í Oliver og Oliver kom 1,5 sekúndur forskott og Davíð Adams. Og Davíð Adams er tæpið 3 sekúndum á undan Jónægi og svo er bara þéttu pakki það fyrir aftan. Ég skal bara halda aðeins af annað auga á efri hlutanum og þú... Það er bara allt að gerast innan frá 8. til 12. sætis, bara þetta halda að væri fyrsti ringur ennþá, sko. Hafðu bara augu þar, ég skal bara vera með varaugun á efri kantinum. Akkurat. Jón Þór að reyna að stinga sér innan á Steina Sveins, Steini með innulínuna í næstu, reynir Jón Þór að fara utanverðu, já, hann reynir það og komið fram úr. Hver sagði að það væri ekki hægt að taka framúrrásarbraut? Við erum búin að sjá fullt af framúrrásstrum. Þetta snýst bara allt að vera kreatív, ekki rétt? Jú, vera þorinn. Algjörlega. En ekki áðursamt að vera of grófur. Þannig að þetta er gaman að heyra að menn sé að taka fram úr. Ég er að fylgjast með annarstarbrautinu, sé ekki saman þú. Þetta er bara góða fréttir. Við fögnum þessu öllum. Mér sýnist ökumenn vera að vara sérstaklega vakandi yfir félögum sínum á brautinni og gefa pláss þegar þess þarf, þannig að þetta er bara virkilega fallegur akstur. Tókum við mitt smá spjall eftir síðustu keppni fallegan akstur og hversu mikils virði hann væri og ég bara er ekki frá því að við séum allir að heiðra það hér í kvöld, sem er bara virkilega flott að sjá. Já, ég tók eftir tveimur, svona njask atvikum fyrir keppninni og þá vorum hingrumenn eftir og sýndu einmitt heiðursmannaregluna eins og hún á að vera í gjörðum. Já, það var svoleiðis fyrir nokk. Ef að einhver fór í ökumann sem var til þess að hann fór út af, þá nánast undantekningarlaust biðu menn eftir og jafnvel þótt að þeir duttu úr fyrsta niður í síðasta við að bíða. Við munum eftir því þegar að Dimmi þurfti að bíða hérna á Suzuka þegar að fór aðeins utan í, gott að það var ekki Eva frekar en Hannes, ég man það ekki, en allavega hann beið á fyrsta ring og gjörsamlega klúðraði sinni keppni með því, en heiðusmaðurinn, hann bara var til staðar
og ég held að við séum bara góðri leið hérna aftur í þá átt sem virkilega flott, en nóg af því. Brynjar að pressa Sindra og Sindri fyrir aftan Toppa. Þessi barátta, hún lifir. Ég aðeins svona, þú ert ekkert að skipta, ég svona að velta veikum yfir bensínneyslu fremstu manna og það ekki nóg með að Viktor sé fljótastur og gott forskot, hann líka bestur á bensínið. Já, þetta lítur nokkuð vel út hjá honum, hann mjög hraður hér í kvöld með hraðasta tíma í keppninni, var hraðastur í tímatöku og að leiða, þannig að þetta lítur bara vel út hjá honum, en þetta verður áhugavert þegar hann tekur hörðudekkin og þegar hinnir fara á medium og svo náttúrulega spurning, hvenær sá tímapunktur og svo náttúrulega hinn spurningin, menn að fara einu sinni í pitt eða menn að fara tvisvar í pitt? Þetta medium hard eða menn að ná einu stoppi? Ég bara... Hard, það alltaf pæling. Það líka pæling. Já, ég segi það hard, það eitt stopp, það einn í mólgin held ég. Ég bara verða að viðurkenna, ég engu nær, hvað besta pitstoppið fyrir klukkunni keppni? Ég með smá innsýn í það, ég held að hard sé óðsmannsæði. Já, það kemur ljós, menn ég hef líka oft sagt ímsarulti og þurft að éta sokk minn. Hver hefur ekki þurft að gera það? Og sjá það að Viktor núna Sumir myndi segja að mér þætti orð góð því að ég hef þurft að borða það svo oft. Einmitt. Ég sé að Viktor með 8 sekúndur á 7 hringjum, það við getum sagt okkur sem svo að þá þetta sekúnda hraðari á medium. Þetta sé stendur sko. Það jafna sig svolítið hörðudekkin og verða að ná svolítið medium dekkjunum þegar þau fara að vera slæm. Já, ég tek eftir því að Jóhann Ingi segir hér í chatinu, við sjáum hard í kvöld. Já, ok, það frábært. Ég bara eins og segi, ég engu nær, ég bara spennt fyrir að sjá hvernig spilast úr þessu öllu. Það svona aðeins að róast þessi megabarátta hérna, þótt að menn séu nokkuð nálægt hverjum öðrum hér í aftari sætunum. Hvað eitthvað að frétta á toppnum? Það bara rólegt. Þetta búin að halda sér ekki raunum til að skipta yfir sérstaklega. Davíð Adams aðeins að stytta bili í Oliver en ekki 1,2 sekúndur í það. Þetta ekki mikið baráttu sem stendur samt sko fyrir sjóvarp. Nei, sjáum hérna Viktor, hann með 8,5 sekúndur í forskot. Hilli, hann hefur 2,5 rúma sekúndu í Oliver og Oliver rétt rúmri sekúndu á undan Davíð Adams, þannig að Kaldi Racing gæti verið að enda í baráttu hérna. Þau eru allavega ekki mjög langt frá hverjum öðrum, þetta rétt tæp sekúnda sem þau eru á milli þeirra. Það frekar svona rólegt í aksjóni hérna á toppnum, það bara allir að keyra stöðu að tíma og Jón Ægir komin upp í 5. sæti. Þannig að það heldur betur, ég eiginlega sé ekki hvað var í gangi í tímatökum í honum því að hann klárlega að sýna hraða hér í kvöld. Já, það reiskraftið sem ég var að reyna að koma orðið að áðan. Hann náttúrulega reynslu bolti, þegar kemur aksjónu byrjar, þó hann hafi ekki verið eitthvað negla super softringi, þá kann hann bara að keyra hratt í keppni. Já, þetta nefnilega sko kannski áhugaverður punktur sem kemur inn á að sko með eins og reiskrafti á honum, því að ég held að þessi braut sé góð fyrir reynslumikla ökumenn frekar en marga nýja sem eru hraðir, því að hún mjög teknísk og öðruvísi, þú þarft að keyra öðruvísi til að vera hraðar á þessari braut versus mörgum öðrum brautum sem eru með mjög harða bremsupunta og beygjur inn. Þetta svo mikið flæðisbraut, hún gerir svo mikið út á hraða sem sagt í miðri beygju, að missa ekki hraða niður í miðri beygju heldur að halda flæðinu og þar kemur reynsla svolítið mikið inn, þannig að ég alveg trúa því að fyrir mörgum sem verður frekar nýr í þessu, jafnvel þótt þessu hraði, þá þetta kannski svolítið trikk í braut að þeir ekki búin að keyra það mikið. Ná þessum S-beygjum sko 30 hringi röð, snákonum hana, það þessi dans, svo ertu með nýdekk, gömuldekk, mjúdekk, hörddekk, þetta sko svo, þetta
allt annað líf að gera 30 hringi heldur en negla í traðan. Já, bara eins og við sjáum sko að Jón Þór sem að leiðir tímabilið í stigum að hann ekki að finna sér nógu vel hér í kvöld og situr í 10. sæti eins og Hann tók mjög stillilega fram úr. Já. Hann tók mjög stillilega fram á Carlos. Við vorum að spjalla, ekkert raun og veru neitt, endursýningar eitthvað missir. Hann bara tók einaverðu á beinakaflanum, startkaflanum og bremsaði bara aðeins seinna. Það var mjög stillilegt, þetta greinilega hraðari, hann búinn að stýta Carlos frá sér. Já. Það nóg eftir að keppninni og hann gæti unnið sig upp, en eins og staðan eftir 9 hringi þá setur hann í 10. sæti og fyrir aftan Brynjar Péturs og bara eins og við sjáum hvað bílarnir eru nálægt hverjum öðrum að það ekkert rosalega mikill munur á keppninu. Viktor kominn inn. Já. Fór 9 hringi á medium, kemur hann út á hard eða medium, það er spurningin. Og hvar kemur hann út? Hilmar farið inn. Já. Það er athyglisvert. Hilmar þó greinilega ekki að taka one-stopper frekar en Viktor. Þau komast hann snemma. Já, hann var að taka hard 9, medium, 10 og 11. Það myndi ég giska á. Má svo hvert fór. Og Viktor sko, hann kominn í 11. sæti við að fara í pitinn. Þetta þetta ekki frekar langur pittur? Jú, hann alveg sæmilega langur. Já. Þannig að það verður greinilega eitthvað mismunandi strött hérna. Það má búast við að þeir sem eru að keyra hard að þau keyri 15 hringi. Það er líka athyglisvert að segja sko það var eitthvað að stinga, þú sagðir í chattinu upp á hard skoðar þá dekkjastöðuna á hardgörunum. Hvernig verður þetta að keyra svona í 10 hringi? 5 núna, svo 5 aftur í lokin. Já, það já sko, ég held að eftir 15 hringi ef ég miðað við dekkin hjá Hilla sem við erum að horfa núna sem að leiða í keppnina að hann rétt rúmlega hálfnaður með 1/3 eftir. Já, það er eftir dekkjunum sko, þú veist, skásta framtekki hjá honum rétt rúmlega hálfnað, þannig að sko Já, þessi vestadekki hægri framtekki. Það verður ekkert mikið eftir þegar hann fer inn í pit, en þetta er alveg geralegt að taka 15 hringi greinilega. En sérðu Oliver, öðru sæti, hann með alltaf aðra stöð á dekkjunum. Já, en talandi Oliver, Davíð bara kominn í hálfa sekundu fyrir aftan hann, rétt rúma og þetta bara að breytast í baráttu. Já, ég verð að segja það, þetta ég var bara að horfa á þetta Hilla. Nei, já, heyrðu. Davíð Arnars fyrir einn. Það verður engin bara það. Já, þetta ávallt orðið dekkjapælingarnar. Já, og Jóna líka. Já, fórustugörunum, já. Þetta verður skemmtilegt að fylgjast með hvernig spilast úr þessum kapli heldur betur. Algjörlega. Ég ætla að segja að Hilli stendur ekki vel að vígi í eins stoppa strategíu. Af hverju? Já, hann bara með mikið verri dekk en menninni fyrir aftan hann. Já, þetta er samt alveg... Ég meina það, sko. Já, ég hérna verið að meina gagnvart þeim sem voru að koma úr pitti núna, sko. Já, nú er ég að reyna bara að hafa í huga ef þetta eru einstoppa menninir, þá verður hann svolítið vafasamur margar hringi. Já, en Það kemur vel ljós. Sko, eftir því sem líður á keppnina er ég farin að hugsa að hard sé kannski ekki svo vitlaust, sko. Með tímann sem maður tóku í pittinum og með það að vera ekki lengra komnir á undan á mediumdekkjunum til dæmis, að þá kannski þetta ekki eins vitlaust stratt og maður hefði haldið. Ég hafði ekki neina skoðanir á, ég hélt það ekkert. Ég hef bara eitthvað að blara núna, sko, en já, þetta verður áhugaverð. Ég hef farin að hafnast pínu á hard, sko, en þess að ég segi, ég hef oftar en einu sem þurft að borða mín orði í útsendingu, þannig að... Já, þetta var ekki áhugavert, sko, hvernig spilast úr þessu. Við héldum að hardætt verið betra, hvað var í síðskefni undan, og svo var það bara hard medium sem var betra á lokum, en það munnaði náttúrulega bara engu. Þetta var alveg spennandi til rokar hings.
Þannig að það má búa sér bara spennandi og dramavondi hérna á lokaríkjunum. Herðu, Ívar Eyþór sem spurningu, hvað er bilið milli Viktors og Hilla? Við skulum hérna bara skipta yfir á Viktor og sjá það. Það eru 22 sekundur. Reiknið nú, pit strategy menn. Hvað þýðir það að lokum? 90 hringir eftir, Já. 28 sekundur, báður eftir að pitta einu sinni. Viktor þarf að vinna upp Algjörlega. rúma sekundurhring. En það er nokkuð ljóst, sýnist mér, að Hilli og Óliver ætla að taka eitt stopp. Þetta er komin í geggjað. Ég elska svona, mér finnst ennþá skemmtilega að við höfum ekki séð þetta fyrir og Já, það geta algjörlega. bara enn óvætnara og meiri spennu að bara njóta og horfa. Ívar segist það spurt fyrir 6 ringjum, en allt í lagi, betra seint en aldrei, ljúfurinn minn. Já. Man náttúrulega, sko, ég reyni að horfa meira á keppnina til að stjórna útsendingunni heldur en chatið. Það svona er aukalegt. Það er ekki eins og spurningar út úr sal fái forgang, sko. Ekki eins og frökk Ívar. Spurning úr salnum eitthvað. Algjörlega. Nei, Svona er það er þetta. til gríni sagt. Maður reynir að multitaska þetta, en auðvitað skiptir mestu máli að reyna að koma aksjóninni í útsendingunni til ykkar, og það gerist með að fylgjast með hvað er að gerast á braut. Já. Lando og Steini hérna, liðsfélagarnir, Carlos myndi ég sagt hafa. Síðan er Brynjar Péturs hérna í 5. Jón Þór, hann er líka á eignastoppaplani, sýnist mér, alveg örugglega. Hann er ekki búinn að fara inn og er kominn upp í 4. sætið. Sama gildir Toppa, þannig að topp 5 allavega. Nei, við erum að tala bara topp 7 eru allir. Nei, herru, Hilli komin inn. Hilli komin inn. Herru, og eru þeirra dætt inn? Já, þau eru kannski bara að taka örlítið lengra hardstund til að deila færri hringjum á mediumdekkin. Já, er það að taka 20 og er það að taka 17 hringi á aftur og hard? Ég ætla að fylgjast bara með þessu. Nei, það getur ekki verið. Er þetta hard, medium, soft? Nei, ég held að sé bara að taka færri hringi á medium. Kannski er það að eyða mediumdekkjunum það mikið að þau treysta sér ekki. Já. En eins og ég segi, ég er hættur að giska, sko. Þetta er allt opið. Já, það er 9 hringir, 9 og 9 á medium þá. Það er undar 10 hringir á medium er alveg erfitt, sko. Þannig að þetta er ekkert ólíklega rétt hjá þér. Þetta er bara rétt hjá þér, held ég. Já, sennilega, bara að reyna að vera öryggir á mediumdekkjunum, höra örlítið lengur á hörðu. En sem pínu lætur mig halda á þess, ég ætla nú að fara að giska neitt of mikið á það. Ég held að Óliver hljóti að vera þá sá maður sem er að fara að keyra hardstint. En hann er með 17 sekundur á Viktor, núna 18 sekundur basically. Og ef hann fer inn eftir 2 hringi, þá verður það eitthvað örlítið minna, en þá er hann búið með sín pitstop. Þannig að þetta gæti orðið svolítið spennandi henni í lokin. Þetta verður spennandi. Já, þetta bara lofa því. Algjörlega. Og þú veist eins og staðan er núna, Óliver er fyrstur. Nei, Óliver snýr bílum, fer í vegg og skemmir hann. Skemmir bílna framan. Ég trúi þess ekki. Ég jinxa hann. Ég eðla. Þetta verður að fá ríflega af. Ég var að hitta á commentators course. Ætlar hann að klára þessa 2 hringi? Já, hann heldur áfram. Já, hann ætlar greinilega að klára 2 hringi viðbót til þess að halda sín í pitstrategi. Hann er ennþá fyrstur með 11 sekundar forystu, en tapaði hérna 8 sekundum á þessu cirka bát. Skulum fá endursýningu á þessu atviki. Þannig kemur hann í hröðubeyguna, fer svart í víður og ná til þess að snúa honum. Ef að fá þetta frá einu öðru sjónarhorni líka.
Já, það er ekkert spennandi í gangi á braut, endilega. Ef þú ert með eitthvað kjöt þarna fyrir beinin, þá bara að skoða. Já, meðlega innan á bílnum. Svona gerist þetta. Boss. Agalegt, en þetta er ennþá opið, hann er ennþá í fórustu. Það bara verður aðeins þyngri róður að klára dæmið til enda. Þetta mun eflaust hafa einhver áhrif. Eini staður sem þú sérð í svona bíl í bíl, skulum segja. Ég er á chasecam á Hilmari, þá sé ég 2 bílar fram að mig. Þetta er eini staður sem sérst svona úr bíl í bíl einhverju leiti. Það er innan við sekúnda milli þess að tveggja eða rétt rúmlega. En takk eftir því, Jónægir, og nú er allir búinir með 1 pitstop nema Oliver, og Jónægir er komin í 3. sæti. 3. sæti, hvað startaði hann? Hann var hann að, hvað, 10. eitthvað Oliver? Ég skal bara fletta því upp, ég er með þetta henni á mér. Ég held hann að hafi byrjað 11. Já. My man, high five. Hann byrjaði 11. Nákvæmlega. Virkilega flottur akstur hjá honum og gaman að sjá Ferrarín hjá honum standa sig. Yes, high five, my man. Veist hvað er við því? Nóa movie refum. Þetta er Rick and Morty kvot sko. Já, ég var að hugsa, ætti ég að segja úi. Já. My man, high five. Akkurat. Herri, Oliver er komin inn. Já. En, þú veist, hann getur samt farið út á hörðum og klára það því að dekkin hans voru góð þótt hann tæki 16 ringi hann ætti ekki að púlla það en greinilega þetta skemmdin var af áhrif og hann taldi það ekki þess verið að fara einn auka ring frekar að gamla einum auka Já, hann verður að pín léttari það þarf ekki alveg að fylla tókin Skulum fylgjast með hérna hann ekki örugglega að setja hann setur vel að bensín á hann fyllt hann alveg Já. Dömur og herrar, það er orðið deginum ljósara. Oliver er á One Stopper Stratti og þetta verður áhugavert. Núna er hann 11. 36 sekúndum fyrir aftan Viktor. Þannig að sko, já þetta verður áhugavert. Viktor er á hörðum núna þannig að þegar hann kemur úr næsta pitstopi þá kemur hann út á medium. Sem er vissilega forskot, en þeir getur verið nála okkur öðrum þegar að sinna pitstopið er búið. Já, þetta verður eitthvað bevitas ævintýri í lokin. Ég held það, og eins og ég segi, sko, ég er bara spenntur að sjá hvort að Jónægir nægja að klára þetta dæmi og vinna sig alveg upp, því að núna er hann rúmum 4 sekúndum fyrir alltaf Viktor, en það var nú aðeins meira hérna áðan, sko, þannig að En hann er reyndar að keyra medium stint núna versus Viktor að keyra hard stint, þannig að... En nei, það breytir ekki máli, hann byrjaði náttúrulega hard, þannig að hann tekur aftur medium. Mér langar að vekja athygli á hvað er skemmtilegt hvað þetta er uppdeilt. Það er ekki oft sem maður í 7. sæti sé með fastest lap. Nei, Sindri, 2:01. Það er alveg, þetta er æðislegt. Hvað er þetta, jafnt? Já. Þó að sé bíla myndi manna, þá er þetta strategju spenna í gangi núna. Alltaf að lefna að segja. Já, algjörlega. Og við hljóttum að mista því að hérna Jóhann Ingi segir hérna í tjattinu að Davíð Adams hafi bætt fastest lap 0,8 sekundur. En núna er það orðið, það var Sindri og nú er það orðið Jón Þór. Þannig að Jón Þór sem við vorum einmitt að tala og var ekki alveg að finna sig, sjáum hann hérna í 7. sæti, er greinilega að finna sig betur á mediumdekkjunum heldur en harddekkjunum því að hann hefur kannski bara ekkert verið að æfa sig mikið á harddekkjunum, ég veit það ekki, en eitthvað var það, en hann hefur greinilega eitthvað að vakna, er að læra á brautina með hverjum hring, þannig að hver veit hvar hann endar. Hann er að setja saman hraðringi, hann er búin eini maðurinn í rúllukennalistan sem er búin að setja 2 ringi undir 202 í röð. Þeir hafa verið að ná einum hér og þar. Já. Þannig hann er að sýna svona stöðuleika og var á fjólblóðu sektor
Það er ekki bara að vera með fjúlmaffið og sex eða eitthvað. Og aftur neglir hann fjólublásektor, búið með 2 sektor af 3 og er vel fjólubláður. Já, þetta bara lítið vel á hann er að sækja henn á Sindra sem var rétt á hann með þaðasta ringin, þannig að tíminn er að aukast, menn eru náttúrulega að keyra á léttari bílum, komnir á mediumdekk, allir þau sem að störtu á hörðu, þannig að þetta er náttúrulega bara eðli málsins að tímannir eru að vera hraðar og hraðari og meira gúmi að fara í brautina og and so on and so forth. Svo maður sletti nú aðeins. Við sjáum hérna örlítið ofar, það eru gæti vel svona að vera einhver barátta hérna nálægt, þeir eru svolítið nálægt hvorum öðrum, Davíð Adams, Hilmar, Jón Ægir og Hilli. Þetta er svona cirka sekúndubíl á milli þeirra allra. Þetta er 2. til 5. sætið. Og það er heldur ekki rosa. Hvað segirðu? Ég ætla að við gæti að glæða Jón Ægir, það er langt í 3,5 sekúndur og Jón Ægir Viktor. Jón Ægir er að narta svona 0,67 upp í sekúnd og hring á Viktor. Ég vil fylgjast með því og læt vita að það fer að minkandi bili í eitthvað verðt að horfa á. Já, algjörlega. Við erum eiginlega að horfa á 5. til 1. sæti hérna, flakkandi á milli þeirra. Þau eru allir það nálægt að við náum svona mörgu af þessu í mynd eftir hvernig kameran stefnir. En þetta er bara búið að vera glæsilegu kapastur fram að þessu. Það er ekki að segja annað. Já, þetta er fyrirmyndar. Ég er ekki svona að sjá eitthvað atvik sem var líklegt til kæru. Svona, þó við séum missum af helling, ég er að segja það, ekki eins og líklegt til kæru, við náttúrulega missum af ýmsu. Þetta er bara fram að þessu, allt sem við höfum hort á, bara búið að vera stráng heiðarlegur akstur og fallegur akstur og flottur í alla staði. Svona viljum við hafa það. Heldur betur. Hilli er að, gott að hann er ekki að nálgast Hilmar aðeins. Þetta stefnir í baráttu, báðir keyra AMG. Hilmar er búið með dekki sín með við Hilla. Já, hann fór fyrr inn, þannig að þetta er bara það bil að detta í svona ógnunarfæri fyrir hann Hilla. Og þá er bara að gera að pressa, halda pressunni á ökumann fyrir fram að sig, reyna að fá hann til að gera smá mistök til að gefa sér færi. Það er, ef maður ver vel á þessari braut, þá getur verið erfitt að fara fram úr, en eins og við höfum séð hér í kvöld, þá eru menn bara óhræddir að taka ytri línuna og í mörgum beyjum erum við búin að sjá það. Ytri línan leiðir oft í það að vera innri línan í næstu beygju þegar maður er í svona sigsaki, þannig að ef maður er ákveðinn þá getur maður oft skapað sér innri línu með því að vera ákveðinn á ytri. Já, ef menn eru tilsamir og það segist. Algjörlega. Það er ekki náttúrulega að negla ytrirgörun út af að þú ert dirty. En það er ekki keppnis, hvað við segja, hátturinn sem við viljum sjá. Við viljum sjá heiðarleika og sanngjarnan akstur. Algjörlega. Þannig er þetta best. Bílið er hérna hálf sekúnda rétt rúm. Þannig að hann ætti að detta í slipstream eftir að þeir fara í skeiðina eða the spool eins og eru að koma í núna. Til skeiðina? Já, sagt hann svona bresku hreim, the spoon. The spoon. The spoon. Sjá hérna, nær hann góður í útkerslu, flott exit hjá honum, 0,4, 0,3, hann er komin í gott slip, er að minnka bilið, væntanlega ekki nóg til þess að koma upp á hliðina á honum, en ef hann tekur þessa beygju vel, þá getur hann verið svolítið sýnilegur. Wow. Sýnilegur fyrir næstu beygju, nei, hann er ekki alveg nóg nálægt til að dýfa sér. But just remember, there is no spoon.
Matrix, ert þú bara í movie codes? You are showing me these pictures. Algjörlega. Þetta alveg right up my alley. Davíð Adams var að víðalínu. Já. Ég veit ekki hvað þú ert. Já, og sama tíma og Hilli er að nálgast Hilmar, Hilmar að nálgast Davíð. Þetta er bara að stefna hérna í 3 bíla baráttu 3. sætið. Og Jóna er að nálgast Viktor. Það allt að gerast. Nú að fara að þéttastópurinn. Þetta voru að tala áðan. Þetta var að tala áðan. Ég að segja, nú strateginu þegar aðeins að fá að spilast út. Alveg. Það ekki nema 1,5 sekúnda í Viktor frá Jónai. Þannig að sjáu hérna, við getum séð á alla í mynd. Top 5. Það þýðir að baráttan er close. Sjáu þið hérna. Það er læsileg. Elskar svona kapastur. Þetta eru góða fréttir fyrir Oliver. Hann vonar alltaf að þeir fara að berja sem mest hana frammi. Algjörlega. Eiríkur Ingi kemur hann með komment. Bensín, elskar bensín. Jú. Það getur náttúrulega skipt máli þegar menn fær í pit. Menn geta tapað alveg sekúndum þar ef að bensínneysla er mikil. Já. Þetta er góða punktur. Skanna hennar lauflétt í gegnum fremstu menn. Þá er Viktor með yfirhöndina þar. Nei, Hilli snýr bílnum. Og í vegg skemmir hann. Þetta var agalegt. Við þurfum að hafa endursýningu á þessu. Já, hvað gerist? Þeir væntanlega í pit. Við skulum sjá þetta hérna aftur. Hann er að koma hérna niður beinakaflann. Í röðu beyguna er mjög nálagt. Ætla greinilega að sækja en Dirty er og hvað annað. Þetta verður til þess að hann snýr bílnum. Þetta er rosalegt. Svo bæta grána svart. Það voru Hilmar sem var framan hann var Gjón Dirty fór í pit. Þetta var sorglegt. Svo hérna sitstu inn í bílinn og fáum þetta. Hann er rétt fyrir aftan Hilmar. Er í Dirty missir hann hérna á battanum. Og verst af öllu, hann fer í vegginn og skemmir bílinn, þannig að hann er að keyra ennþá með skemmdan bíl, skemmt afturdekk og væng, en þetta var kostnaðarsamt, en já, hann á kannski ekki marga hringi í það að geta þurfa að fara inn í pit aftur upp á að taka það bara annað mediumstund, en já, svona er þetta. Hann er dottinn í 7. sæti við þetta. Hann fór nú ekkert það langt niður listan samt, þú veist, en enga síður, dýrkeypt. Gattur vera, það er rétt. Jón Þór í 5. sæti, hann er að elta Sindra sem er í 4. sæti. Sindri er svolítið tæpur á dekkjanum. Og hvað varðum Hilmar, fór hann í pit, eða vistu við að því? Já, hann fór í pit. Það er myndið sorglega við það. Akkurat. Hilli fekk Dirty á manni sem var að fara 100 metur setna í pit. Já, svona er þetta bara. Já, auðvitað hvað vissi Hilli það ekki. Hann hefði kannski aðeins verið slaghærið þarna, vitandi að hann hefði farið inn í pit, en hann ætlaði greinilega að vera nálægt honum og reyna að stinga sér á hann fyrir S-inn. Jóna er komin í pit, Davíð Adams komin í pit, Viktor heldur áfram úti. Þannig að þau eru að fara að taka sitt síðasta medium stund. Viktor ætlar að taka auka ring. Ég veit ekki hvort hann fari einn í viðbót eða ekki, en ég veit ekki hvort það sé að græða á því. Já, sko, undercuttið er mjög sterkt núna á Viktor fyrir Jónai og Davíð Adams. Þau kom út á fersku medium á móti Viktori á gömlum hards, þannig að ef hann keyrir marga hringi svona þá kemur hann út úr pit á eftir þeim. Hann fer inn núna, en það sem Viktor átti inni, ég var búin að fylgjast með því, er að Viktor átti langbesta bensín inni. Það var örugglega 3-4 sekúndur sem hann átti þar inni
Það ég held að hann sér í gangvart Jónæi sem var í skottinu á honum, þá hann samt í góðum málum, þrátt fyrir undercut. Og við sjáum hérna að Jónæi kemur út rétt fyrir framan Oliver. Þannig að eins og Danni bendir á hérna, það verður gaman að sjá hvað þeir komið fyrir framan aftan Oliver og eins og staðan er, þá er Oliver á milli þeirra. Jónæi kom út á undan Oliver en Davíð Adams fyrir aftan. Þetta var krúsjál fyrir Jónæi, þetta var krúsjál. Algjörlega, mjög mikilvægt. En þessi tími sem að Oliver tapaði á að keyra á áðan, hann náttúrulega væri á undan ef hann hefði ekki lent í því. En já, þá held ég að það væri með einhverja 7 sekúndur fyrir framann, einhverja 6 fyrir framann Jónæi þá núna. Það er óvíst að það myndi duga þar sem að hann væri á notum harddekkjum á móti nýjum medium, þannig að mér sýnist svona á þessu að hugsanlega er hard medium málið. En svo getur þetta líka bara verið mismunandi eftir í hvernig menn keyra. Sumir kannski láta eitt stratt virka betur en aðrir. Viktor er komin í pit, þannig að þetta er hérna rétt sem segir, svo líka þegar menn, þú veist, eins og hann fer hans út af, þetta eyðilegur mojoið. Já, það getur gert það. Algjörlega mist rytman og þurft að keyra sig í gang aftur, sko. Hugurinn fellur, þú átt nokkra slæmar hringi og þá er það kannski ekki alltaf marktakt, þú veist, og svo vitum þess að kemur úrvalsdeildin geta gert betur en margir aðrir. Nú er bara spurningin, kemur Viktor út á undan Jónæi? Ég held að sé ekki spurning. Þá með marga sekúndur í bensín á fyltingagróða. Já, hann hefur greinilega grætt á því að eyða minna því að Jónæi var nær honum. Þegar hann fór inn í pit, það var 1,5 sekúndu og þannig að sko Viktor hefur grætt alveg góðar 3 sekúndur á Jónæi bara í pitstoppinu sjálfu. Það er bara, hann er mjög góður á bensín-nissaninn. Já. Það freistaði mig mjög mikið að keyra á honum og ákvað að gera það ekki, en þá má það deila okkur það hefur rétt ákvörðun. Náttúrulega. En núna erum við að sjá það, topp menn, Oliver, jú, hann náttúrulega getur keyrt þetta til enda, það er allir búin að pita. Þarna eru tímarnir hjá Oliver, Ívar. Það beðið nú chatið með að sjá tímarna hjá Oliver. En já, þetta er áhugavert. Viktor er vissulega í mjög góðri stöðu akkurat núna. Hann er svolítið búinn að vera með þessa keppi í sínum höndum. Þetta leit út fyrir að vera svolítið spennandi en áður en að undercuttið gerði mig alveg snaran hérna úr spennu, þá náttúrulega glemdi ég að taka inn í myndinni að bensínsparnaðurinn hjá Viktor, hann bara gjörsamlega yfirrúlaði undercuttið feitt og hann græddi. Þannig að þetta er allt bara eftir áætlunum hjá hann Viktor. Já. Það er regla nörnumina saman, þið skiljið hvað við. En Óli er með 9,5 sekúndur á delta á Viktor. Og líklega ekki að fara að lækka það því hann er á hard. Já, hann er á notum hard. Ég myndi segja að Oliver væri góður í þeirri stöðu sem hann er að halda sínu sæti því að sko allir ökumenn fyrir framan hann eru á ferskum mediumdekkjum og þykir mér mjög ólíklegt að hann nái að saksa á þá. Ég ætla að leyfa mér að segja spá því að hann ná ekki séns að hann ná að halda 4. sæti. Sjáðu hver er aftan hann. Já, hann er með 6,6 sekúndur á Jón Þór. Það eru 7-8 hringir eftir. Klæði í dekkjum. Jón má byrja að finna gírinn. Ég held að hann gæti haldið þessu, en ég myndi segja að það væri ekkert víst. Það verður bara spennandi að sjá, en þetta er ekkert sjálfgefið myndi ég halda. Sjálfsög ekki. Ég er bara að reyna að búa til spennu hérna. Ég held að Jón Þór nái Oliver. Já. Ég spái því bara. Það er bara spá. Hún getur fallið um sig. Það er bara í góðu lagi. Já. Binni setur 500 á Oliver. Já, Jón Þór menna ég.
Ég held að þetta geti verið líka skemmtilegt af því að sko, eins og maður hefur nú oft sagt áður að það er eitt að ná ökumanni og það er annað að fara fram úr því að þannig að Jón Þór þarf að ná honum og hann er strax búinn að taka sekúndu á hann bara síðan við byrjum að tala um þetta þannig að þetta lítur vel út fyrir þig að ná honum. Fyrir mig? Já, þú varst að veðja á hann. 500, já, 500 kallinn. 500 kallinn. Sjá til eftir keppni hvort það vera 500 krónur eða 500.000. Já, nákvæmlega. Davíð er 2 fyrir aftan Jón Ægi, hann gæti hugsanlega stríkt honum en hann þarf að sækja svolítið á hann. Og mér syns Jón er ekki verið að draga á Viktor. Já, hann er ekki að draga reitt á hann Jón Þór. Nei, Jón er ekki. Ég held að þetta liggi svolítið í höndunum á Viktori ef hann gerir engin mistök. Já. Það sem að verður gaman að fylgjast með er eins og þú segir, Jón Þór, hvort hann nær Oliver og Davíð hvort hann nær að stríða Jón Ægi, en Jón Ægir byrjaði náttúrulega svolítið langt fyrir aftan Davíð Adams, þannig að það er alls ekkert sjálfgefið fyrst hann er komin upp í annarsætið að haldi því ekki bara örugglega. Það er smá framvöxtu séns hérna 7. 7. sæti, ef það er ekki neitt annars staðar eitthvað að gerast. Þá er Sindri að setja mikla pressu á Steina. Þannig að sá það AMG á móti GTR og Hilli rétt fyrir aftan, toppa þar fyrir aftan. Það eru skemmtilega baráttur inn í gangi. Gott að fylgjast með því. Þá færi ég mig upp, fylgjast með millitímanum. Innan á hann, smá snerting. Hvað varðum? Já, Steini datt hana niður, það var það smá snerting, við skulum fá endursýningu á þessu. Koma mér á hann Sindra og skoða þetta aftur. Þannig kemur hann. Það er í næstu beygju sem þetta gerist. Fer svolítið vítt. Fer utan í hann þarna og hann nær að halda sér inn á Steini Sveins en tapar tíma á þessu. Já, við þurfum að sjá þetta einu sinni enn og úr annari. Við þurfum að fá þetta úr hérna onboard hjá honum Sindra. Já, skoða líka, já, ok. Sjáum við hvort hann sé að stinga sér og frekjast eða hvað er málið. Hérna kemur þetta. Hérna kemur hann, opinn. Já, það er spurning sko, maður þurfti eiginlega... Sko, ég ætla að segja, ég var að taka þetta einu, Steini Sveins er á handónundu dekkjum. Já. Áberandi liðlegastur í þessari keppni, eða þess að þessi pakka. Við sá þetta einu sinni viðbót frá onboardinu hjá Steina. Já, hann er bara búinn að missa grip. Við fá þetta bara hérna beint fyrir aftan. Við múum sjá þetta almennilega, hvað gerist? Já, sko, Steini er í raun og veru að halda sinni línu maður horfir á malbyggið þarna og Sindri kemur og ítur honum frá, þannig að ég myndi að segja að ef þetta ætti að skrifast á einhvern þá væri Sindri sennilega ábyrgur en þetta var nú ekkert rosalega aðalegt. Við skulum skella okkur aftur hérna í... Þetta fór Steini inn í pit, hann var orðinn rosalega hægur, dekkið hans voru bara farin. Já. Við sáum þarna greinlega sko, það skiptir svolítið máli frá hvaða sjónarhorni maður horfir á hlutina af því að það getur gefið svo ranga hugmynd ef maður horfir frá einu sem maður frá öðru sjónarhorni þá sem maður það betur Ég fannst eins og Steini væri að fara frekar vítt en að maður horfir á rákínari malbygginu þegar maður sá þetta frá honum. Já, fyrirgefðu, Jón Þór var að missa bílinn út af. Jón Þór? Hann var komin í 1 sekúndu, Oliver var dett í slipstream og fer aðeins vítt og fer í malbygg og fer í möl. Já, sáum þetta, náum þessi endursýningu. Já. Hann fer smá út fyrir, nær ekki að bremsa og fer meira út fyrir vikið en tapar tíma á þessu en þetta er engin alvarlegur skaði, engar skemmdir en eitt svoleiðis, þannig að vissulega tapar miklu tíma á þessu. Já, eyðilöggu veðmál mitt. Já. Þannig að tapaði þú 500 kalli. Já. Það er alltaf leið.
það sem engin annar setti pening á borðið þá máttu nú bara áhættilega eiga En það nú ennþá 5 hringir eftir. Það Já. nóg eftir. Algjörlega, við erum að detti í það að séu 5 hringir eftir. Það ekki allt lótt úti. Klálega ekki. Davíð Adams aðeins búinn að saxa á Jón Ægi. 1,5 sekúnda þarna á milli. Ekkert sem að augnablikinu gerast. Nei. En sko, samt, þú veist, það eru tæpa 3 sekúndur frá Jón Þóri í Oliver, þannig að ég myndi segja að þetta er ekkert alveg búið. Það það sem ég var að segja. Ég verð að trúa á Jón Þór. Láti mitt veðmál standa. Algjörlega. Hann búinn að taka sekundu núna bara hérna áður Nessin, í byrjun Nessana. Konið í 2. Brynjar Péturs 10. eftir Hilmar. Hilmar sigraði síðustu keppni en er 10. hér í dag. Þannig að það getur orðið svolítið hræringar í stigatöflunni eftir þessa keppni þar sem að ég held að Viktor geti verið að taka gott stökk og Jóna er líka sko. Þetta er gott fyrir Davíð Adams en Jón Þór fyrir keppnin fyrir þessa keppni ég ætla að segja ég er með stigatöflur fram á mig. Viktor var í 5. og Jón Ægi var í 7. fyrir keppni kvöldsins í heildarstigar töflunni. Já. Væri að koma þessu frá mér rétt. Ég segist út að tala sviftingar. Ég er að taka undrað með þér. Já, algjörlega. Það gæti svo sannlega orðið það. Þetta mun ábyggilega bara þétta hópinn en jafnveg svona aðeins færa menn eitthvað á milli en verður enga síður mjög jafnt þarna í efstu 5 sætunum myndi ég halda þannig að þetta bara gerir tímabilið þeim meira spennandi. Jói Egil spyr hvort eitthvað hafi gerst hjá Himma, hvort þessi hægur hringur sem hann spinnar eða eitthvað. Við sjáum hérna 20. hringurinn, þetta er sannlega fyrir inn í pitt 1920. Hann er að bara, hann er með skemmt þarna, hann er greinilega sannlega þessuna sem hann er að keyra núna 1 sekúndu, 2 sekúndum hægara heldur að var að gera á hann. Já. Og hann er komin inn í pitt, þannig að þar hafa þið það. Það svarar sannlega spurningunum. Við höfum klárlega mistað því að við tókum ekki eftir því atviki. 4 hringir eftir. Það er komið Jón Þór, Oliver Barða. Já, kíkum á það. Já, þetta er allt að gerast. Það lítur allt út fyrir að þú hefur verið með þetta allt á tæru. Pressan er gríðarleg núna, en klárlega er Jón Þór á betri dekkjum. Hann er á medium. Bæði betri eyðslu og mýkt. Nú getum við fengið að sjá hversu góður varnar ökumaður Oliver er. Nær hann að staðsetja sig óþægilega á brautinni og gera Jón Þór þetta erfitt. Já, það kannski bara býður eftir skeiðinni og tekur það fram úr næsta eða skýtur sig þarna fram úr, Nei, komin inn á hann. Á aðgripið. En Oliver heldur upp til línunni og hvað? Nei, þetta er svo löng beygja skeiðin. Þetta er komið en hann er dottinn í slipið, hann ætlar ekkert að gefa þetta eftir greinilega. Nær hann að svara. Það þyrfti þá að gera það strax. Já, ef það kemur beygjukablið þá er ekki séns. Nei. Hann þarf að gera það núna fyrir S-in. Það er ennþá séns ef hann er góð exit hérna. Já. Og þetta er nú bara búið að vera flottur akstur hjá honum Jón Þóri að vinna sig upp. Ég verið að viðurkenna, mér leist ekki rosalega vel á þetta hérna í byrjun hjá honum. Þegar hann var að keyra hard stindi sitt, en hann heldur betur vaknaði á mediumdekkjunum. Já, bara síðast sæti. Hann hefur greinilega komið í pitt, tekið mediumdekkin og fengið eina tusku í andliti og sagt að drífa sig á stað og hann hefur bara tekið það á orðinu. Já, nú eru 2 hringir eftir, pluss þeir eru á 3. síðasta hring. Algjörlega. Það má alveg byrja að henda í driver of the day tillögur.
Já, góð hugmynd. Hvað segir spjallið? Driver of the day. Kíkjum á það. Ég get nefnt til þess Jón Þór. Það var átt henni síðasta. Þetta var tilefni, menn að keyra bara flottan akstur, taka fram úr. Þá veist mér það alveg verðt Algjörlega. að Mér minnast á. finnst líka verðt að Jón Ægir búinn að keyra upp í annarsætið úr Fjalletta. Það frábært til að, og svo náttúrulega Viktor sem gleymi svoleiðis sigri. Þannig að það verður gaman að heyra hvað menn segja. Já, ég ætla að setja mitt atkvæði á Jón Ægi. Viktor fær atkvæði frá Danna, Jón Þór frá Jóa Egils og Jón Ægi frá Hansó og Ívar Eyþórs. Jón Oddfríðarsson segir Jón Þór, þannig að þetta svolítið að skiptast á milli Jón Ægir eða Jón Þór. Þannig að það er ekki bara stigakefið sig jöfn. Þetta hrikalega skemmtilega jöfn deild. Þetta verður bara, já, tillökun hver keppni. Algjörlega. 2 hringir eftir. Rétt rúm sekúnda frá Jón Ægi í Davíð Adams. Þannig að annars sæti ekkert ennþá búið að landa í. Þetta lítur vel út, en við sjá dekkin hjá honum, sko, hann á betri dekkjum. Ég var að lesa tjattið. Ólur búinn að missa Sindra fram á sér. Var það, tókst eftir því? Já, nei, ég tók ekki eftir því að það hafi gerst. Ég var að fylgjast hérna með Davíð og Jón Ægi, þannig að við mistum af því. Sindri komið fram úr og Ólafur í miklu vandamálum. Toppi Topsson kominn líka í skotti. Dekkarist bara búinn. Já, hann alltaf, sko, já, hann einu ökumaðurinn sem að keyra hard og þurfti að fara hring fyrr inn heldur en hann ætlaði sér. Sem þýðir að hann að keyra einu hring lengur seinna stundið heldur en hann ætlaði sér. Geri ég ráð fyrir. Þetta verður langir 1,5 hringur sem eftir fyrir hann. Já. Hann líka með Hilla 3 sekúndum. En sko, eins og ég segi, ég ætla nú samt ekki að afskrifa hard strax ennþá því að sko, hann búinn að gera mistök, hann búinn að tapa alveg 7-8 sekúndum að snúa bílum og fá skemmt, þetta var fyrir pitt, þannig að ef maður tekur þetta allt inn í myndina, þú veist, þá gæti hann alveg verið þarna í topp 3 í góðum gír á þessu stratti. Algjörlega, tekur þetta það. En herra Jón fór líka út af. Já, Jón Þór. Algjörlega. Við erum að detta í síðasta hring. Það rúm 1,3 sekúndur frá Jón Ægi í Davíð Adams, þannig að það er ekki líklegt að það sé að gerast, hver veit, en ég ætla að setja myndaðal á Viktor því að hann búinn að leiða alla keppnina og lítið í mynd. Þú kannski hefur augað á öðru sættinni ef að skildi þetta í eitthvað svona sem við þurfum að skipta yfir á, en að öðru leiti þá bara leifum við Viktor að eiga hérna smá Viktor í lapp. Hann klálega búinn að vera að hraðast í ökumöðurinn í kvöld. Viktor frá Viktor í lapp. Nákvæmlega. He's a power and didn't even know it. Þeir vita sem vita. Já, þetta er bara þetta er fullt úr stiga fyrir Viktor í kvöld, tók tímatökur og búinn að leiða keppnina náttúrulega fyrir utan þegar hann færi svona í listan í pitstoppi, en basically búinn að vera að leiða keppnina frá fyrsta hring. Þannig að tekur strött inn í þetta. Sturla kvóli, rock solid dagstur frá upphæð til enda. Einhverstað bara á það braut. Sjá nú til að Jón komur spúninu. Það exitið hérna skiptir öllu. Jón nærði
hann var mér klaufalegur 2 beygjur og allt í einu var Davíð Adams kominn inn undir sekúnduna en það ekki að duga. Þetta nálægt en væntanlega ekki nógu nálægt. Sjáum hérna, nei, þetta ekki að gera. Bara Viktor. Skulum sjá Viktor fara í línuna og svissa svo yfir. Sjáum hérna sigurvegari kvöldsins í Suzuka, á Suzuka, Viktor, glæsilegur akstur. Jón Ægir klárar í öðru sæti og Davíð Adams rétt fyrir aftan hann í 3. Jón Þór í 4. sæti, vann sig upp, glæsilegur akstur í honum. Jón Ægir byrjaði bara síðustu haldið til haga, staðfest 11. sæti, endar í öðru. Ég segi bara vá. Ég ætla bara að segja vá. Hann fær mitt atkvæði í Við erum í chattinu maður, við erum að fylgjast með, rólegir. Voru að missa einhverju? Nei, ekki neitt sko, menn næstir yfir baróttum skiljanlega. Já. Þetta var nú nokkuð. Ég held að sé aðalega bara Tobbi Topstorm fram og Oliver. Séu kannski... Já, ég held ég sé nú búin að ná helvíti miklu í kvöld. Með allt aksjónu á braut. Það verður ekki hægt að segja annað. En þá síðasti maður kominn í mark, sem Hilmar, úr 1. sæti í síðustu keppni í það síðasta í þessari. Þannig að það alveg, menn hoppa úr einu sæti í annað á milli keppna. Það greinilega bara til votts það hvað deildin sterk og margir sem að geta keyrt vel. Geggjuð, bara geggjað. Algjörlega, bara frábær keppni í alla staði. Bara mjög góð keppni. Skulum kíkja hérna á stigatöfluna, eða stöðuna í keppninu öllu heldur. Það Viktor sem sigrar. Jón Ægir hoppar úr 11. í annað sætið, virkilega flott hjá honum. Davíð Adams í 3. Jón Þór, hann átti virkilega flottan, hann var á tímabili síðastur og flottur akstur í honum, hann vinnur sig upp í 4. sætið, heldur betur tók við sér þegar hann skipti voru mediumtútunar. Sindri, flottur akstur í honum, klárar í 5. sæti, Tobbi Topsson 7. Oliver Nói, eftir virkilega flottan akstur og skemmtilega baráttur, gerir hann smá mistök og endar á endanum í 7. sæti, Hilli D. klárar 8. Brynjar Péturs 9. Carlos 10. Steini Sveins 11. og Hilmar klárar í 12. sæti. En enga síður með hraðasta hring í keppninni. Þannig að þar hafið þið það. Já, ótrúlegt. Ég ætla að henda að segja mitt atkvæði allan fyrir Jón Ægis. Menn eru með deilda minningar um þetta hérna á chattinu og það bara gott að blessa. Það bara æðislegt. Meina þessin uppáhaldskeppendur. Það bara frábært. Má sjá, ég að telja þetta hérna. Jón Ægir 1, 2, 3, 4, 5. Þannig sýnist Jón Ægir vera með fleiri atkvæði. Þannig að driver of the day. Já, þetta líka bara til gammalt gert. Þegar við að gá hvort við ráðum á Viktori hann ekki staðar. Já. Sjáum hvort við getum fundið hann í smá Viktori spjall. Já, hann segir bara já, þetta var bara létt í dag. Ekki svo mikið að ræða Viktor. En jú, við skulum náttúrulega heyri í honum og óskum til hamingju með sigurinn, að sjálfsög. Já, ég að reyna að finna hann hérna á vinarlistanum. Hann hefur ekki mikið samt að ræða. Reynur sjálfsög. Nei. Þetta var svona dalarlæða, fallegt og rólegt hjá honum. Heitir hann eitthvað annað en Viktor á það hann heitir Forza Kriegertz sérst þetta nafni hans. Ok, þá þarf ég að byrja að leita upp á nýtt sko. Hérna. Sjáum hvort að við náum honum hérna. Góða kvöldi, Viktor. Góða kvöldi, Ingi. Til hamingju með sigurinn. Þetta var glæsilegur akstur hjá þér. Já, þakka fyrir það. Bara nokkuð örugt og vel úthugsað. Ertu ekki bara sáttur með þetta?
Ég er bara mjög sáttur með þetta og var alveg bara mjög fókust bara hvað var fyrir fram mig, sko. Já, við Ég- svona vorum að horfa á hugsanlega baráttu þarna þegar að Jón Ægir fer í síðasta pitstoppi sitt, hann er á nálagt hér og við heldum kannski að undirkatti væri að fara að gera eitthvað en það er greinlegt að þú varst búin að vera að spara bensín og það skilaði sér heldur betur. Já, ég var að shortsita svolítið mikið, sko. Viktor, ég má koma Já. inn að þú náður hraðast að hringa ekki, þú byrjaði fremstur, ef maður rétt, er það ekki alveg rétt hjá mér? Jú. Hvernig, sko, ef það hefði ekki tekist, hefði þið haft áhrif á dekkastrategíuna því að þú varst eini sem byrjaði á medium? Ég var ekki viss, sko. Ég var alveg, það muni engu að ég fara á hard, sko. Já, einmitt, það er svona, það maður stundur sagt, sko, það er best að vera medium bara ef maður er á fremstu línu. Já, ég veit ekki alveg hvað ég hef gert, sko. Þetta var eiginlega bara mjög tæft, sko, í byrjun. En mér varst það. Já, það er alltaf þétt í byrjun, skemmtilegt, Og þetta var svo- rosalega flott reisjör. Já, ég þakka fyrir það. Algjörlega. Hvað finnst þér að saman þess að braut? Er þetta eina af þínum uppáhalds eða hvernig myndir þú reyta Suzuka? Þetta er topp 3 hjá mér. Já, hún er teknísk. Hún er það og maður verður að vera fókusa mjög mikið, sko. Margar beygjur, getur klikkað á mjög mörgum beygjum. Já. Og við getum sagt þér það sem vorum að fylgjast með þessu Jón Ægi að þú svo að tala um shortshifta, það skilaði sér fyrir þig. Já. Það munaði mjög miklu. Ég sá það í pittunum, sko. Ég var með hvað, 24 og hinn er bara með 8 og eitthvað. Já, Algjörlega. það var virkilega vel gert að gera það. Já, ég segi bara Viktor virkilega bara enn og aftur til hamingju með sigurinn, þetta er virkilega flottur akstur hjá þér, akstur og hérna það verður bara gaman að sjá áframhaldið. Ég hugsa stiga baráttan sé heldur betur að þéttast þarna hjá topp 5 ökumönnunum því að sá sem að vann síðustu keppni var aftastur núna og hérna þetta er svolítið að snúast þannig að það verður gaman að sjá hvað kemur út úr stigunum þegar að það verður reiknað saman. Já, ég er sammála því. Heldur betur. Já. Herru, eigum við ekki bara að kalla þetta gott í kvöldflokkar? Bara þökkum Viktori fyrir flottan akstur og áhörðum fyrir að vera með okkur hér í kvöld. Og skilum kveðju líka til hamingjusum til Jón Ægis og Davíð Adams með annað og þriðja sæti og takk fyrir mig. Já, og þökkum Arctic Trucks, Gullfiski, Lavasjó, Kraftey, Kraftvélum, Game TV, Auto Center, Classic Detail, GT Akademíunni, Kalda og Verkfærisöluna fyrir stuðninginn og bara takk fyrir okkur og góða nótt. Og minnum enn og aftur náttúrulega á að það er úrvalsdeildin á morgun. En með þeim töluðu orðum segjum við bara takk fyrir okkur í kvöld. Bye bye.